Þá er komið að þriðja máli á dagskrá og það er stytting þjóðvegar 1 milli Akureyrar og Reykjavíkur. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Undanfarna 2 áratugi hefur nokkur umræða verið leiðir til að stytta vegalengdina milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur. Það má segja að umræðan hafi náð hámarki 2010 þegar Vegagerðin lagði fram 2 hugmyndir styttinguna. Síðan eru liðin 10 ár og verður ekki annað séð en að það hafi verið sleginn þagnarmúr þetta mikilvæga verkefni síðastliðin 10 ár fyrir utan umræðum undirskriftasöfnun sem farið var í haustið 2018 en lítið hefur farið fyrir síðan. Það er raun merkilegt að það hafi ekki verið meiri umræðu þetta verkefni síðastliðin ári ljósi þess hve þjóðhagslega hagkvæmni styttingar á þessari leið er mikil. Það kom til dæmis fram á 128. löggjafarþingi Alþingis 2023 í svari þáverandi samgönguráðherra að stytting þjóðvegar 1 milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur 19 kílómetra myndi spara 400 milljónir á núvirði 870 milljónir á ári og þá var miðað við að kostnaður við þessa 19 kílómetra yrði 1400 milljónir á núvirði rúmið 3 milljarðar. Þetta segir okkur að kostnaður vegna framkvæmdanna greiðist á upp á 4 árum. Þetta var einnig niðurstaða í skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri sem gerð var fyrir Leið EHF árið 2008. Það framkvæmdakostnaður yrði greiddur upp á 4 árum og þjóðhagslegur ávinningur af slíkri framkvæmd því afar mikill. Þá kom einnig fram í þeirri skýrslu að slysum myndi fækka 11 ári vegna meira öryggis á nýju köflum þar sem nýr vegur yrði breiðari en núverandi vegur. Því má heldur ekki gleyma að síðan skýrsla RHA kom fram hefur umferð aukist mjög mikið á þessari leið. Fram til ársins í ár hafði ferðamönnum fjölgað mikið og umferð samfara því. Það því ljóst að þjóðhagslegur ávinningur af styttingu leiðarinnar hefur aukist verulega ef eitthvað er. Þá verður að taka mið af umhverfisáhrifunum sem verða verulega með mun minna kolefnisútstreymi frá bifreiðum á leiðinni. En þetta mál snýst fleiri þætti. Íbúar ýmissa staða utan höfuðborgarsvæðisins ásamt fyrirtækjum bera sig illa undan flutnings- og ferðakostnaði sem munar mikið. Fyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu hafi gegnum tíðina skoðað möguleika flutningi frá svæðinu af þessum sökum. Það út af fyrir sig grafalvarlegt mál og því nauðsynlegt að halda þessu máli vakandi. En ef þetta liggur allt fyrir, má spyrja af hverju það ekki löngu búið að stytta þessa leið, hvar sem því verður fyrir komið með góðu móti. Til þess að átta sig á stöðunni rétt að hafa í huga að bein loftlína milli Akureyrar og Reykjavíkur 248 kílómetrar en veglínan eins og hún núna 388 kílómetrar. Það því takmarkað hvað hægt að stytta leiðina mikið miðað við að fara láglendisleiðina og ekki mjög margir augljósir kostir til styttingar. Augljósustu kostirnir þeir sem Vegagerðin lagði fram sem hugmyndir árið 2010 og hafa verið í umræðinni allan þennan tíma. Hér annars vegar svokölluð vindheimaleið í Skagafirði. Þá yrði sveigt að þjóðvegi 1 í Blönduhlíð ekki sunnan við Varmahlíð og upp á Vatnsskarð við Arnarstapa. Vegur vindheimaleið myndi stytta leiðina milli Akureyrar og Reykjavíkur alltaf 6 kílómetra. Hin leiðin Húnavallaleið í Austur-Húnavatnssýslu. Í stað þess að liggja í gegnum Blönduós yrði þjóðvegur 1 færður sunnar. Sveigt yrði í Vestur- og Langadal, ekki á milli Laxárvatns og Svínavatns, fram hjá Húnavöllum og komið á hringveginn við bæinn Öxl í mynni Vatnsdals. Vegur Húnavallaleið myndi stytta leiðina milli Akureyrar og Reykjavíkur alltaf 14 kílómetra. Þessar hugmyndir voru mjög umdeildar, ekki síst vegna þess að í þeim gert ráð fyrir að færa hringveginn fram hjá Varmahlíð og Blönduósi. Sveitarstjórnir í Húnavatnssýslum og Skagafirði mótmælti tillögunum en sveitarstjórnir á svæði Eyþing studdu þær.
Að lokum lagði Vegagerðin báðar tillögurnar til hliðar vegna mikillar andstöðu á þessu svæði. Þessi andstaða virðist hafa leitt til þess að nú ríkir algjör þögn frekari styttingu leiðarinnar og ekki að sjá nein merki þess að það standi til að fara í frekari styttingu á leiðinni þegar horft er til tillögu nýrri samgönguáætlun 2020 til 2034. Þess ber þó að geta hér að nú liggur fyrir að þjóðvegur 1 Kjalarnes verði breikkaður sem mun stytta ferðatíma á leiðinni mikið ásamt því að auka öryggi. Þá á starfshópur á vegum samgönguráðherra skila næstu daga skýrslum og tillögum Sundabraut til Reykjavík. Tilkoma Sundabrautar myndi stytta leiðina 7-9 km og stytta einnig ferðatíma og auka umferðaröryggi mikið. Það því mikilvægt að Sundabraut verða veruleika fyrir en seinna, en til þess þarf hann að samstöðu legu hennar og gerð. Af því sem hér hefur verið sagt má ráða að það mjög mikilvægt og í raun þjóðþrifa verkefni að finna allar leiðir til styttingar á þjóðvegi 1 milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur. Það því ástæða til að hvetja ríkisstjórn og Alþingi til að fela Vegagerðin að vinna því og nefna alla vænlega kosti þeirri í nýrri samgönguáætlun. Við erum jú að tala leiðina milli tveggja langstærstu þéttbýliskjarna á landinu. Í ljósi þessa þá ætla ég að leggja fram eftirfarandi tillögu á bókun. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar hvetur ríkisstjórn og Alþingi til að meta og taka afstöðu til hugmynda sem fram hafa komið styttingu þjóðvegar 1 á milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur. Ljóst að verulegu þjóðhagslegur ávinningur hlýsta styttingu leiðarinnar sem myndi bæta samkeppnishæfni svæðisins á atvinnu og íbúðamarkaði. Að auki mun stytting leiðarinnar auka umferðaröryggi og hafa jákvæð umhverfis áhrif. Því hlýtur það að vera þjóðþrifamál að koma framkvæmdum sem þessum inn í samgönguáætlun eins og nú þegar hefur verið gert með breikkuðum þjóðvegur 1 Kjalarnes og með framkomnum hugmyndum við framkvæmdir við Sundabraut. Ég ætla að ljúka máli mínu hér en hvet bæjarfulltrúa til að lýsa skoðunni sínum á þessu þjóðþrifamáli sem skiptir okkur á þessu svæði gríðarlega miklu. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sem næst til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir hans ágætu framsögu og ég get tekið undir hvert orð sem hann sagði. Ég ætla aðeins að nefna nokkur atriði svona til fyllingar, forðast að endurtaka það sem að hann ræddi Eins og hann nefndi þjóðvegurinn í dag til Reykjavíkur frá Akureyri 388 kilometrar og það fellur utan þeirra marka sem nefnd í nýrri samgönguáætlun að fólk eigi innan við 3,5 tíma ferðalag til höfuðborgarinnar. Vissulega tekur styttri tíma að fljúga á milli en sá ferðamáti hentar aðeins sumum hópum en ekki öðrum. Flugið hentar til dæmis ekki barnafjölskyldum. Þannig að það mikilvægt að vinna áfram að því að stytta leiðina. Það hagsmunamál fólksins á Norður- og Austurlandi en einnig fyrirtækja á svæðinu, hvort heldur framleiðslu fyrirtækja, verslana eða ferðaþjónustu því að þá fáum við fleiri gesti til okkar norður, bæði Íslendinga og einnig erlenda ferðamenn. Það hefur verið bent á nokkra möguleika til að stytta leiðina. Bæjarfulltrúi Gunnar fjallaði aðallega 2 þeirra, það að segja sunnan Blönduóss og sunnan Varmahlíðar. Ég ætla að nefna 2 í viðbót og þá fyrst veg Stórasand. Þetta hugmynd sem Halldór Blöndal og fleiri settu fram sem tillögu til þingsályktunar í upphafi þessarar aldar. Þar kom fram að með því að aka Öxnadalsheiði eins og nú en sveigja vestur yfir Héraðsvötn við Silfrastaði, aka upp úr Gilhagadal yfir Blöndu nálægt Blöndulóni, suðvestur yfir Stórasand þar sem að heitir reyndar Skagfirðingavegur, þetta gömul þjóðleið. Niður með Norðlingafljóti að Húsafelli, suður Kaldadal, Þingvöll og Mosfellsheiði til Reykjavíkur. Yrði leiðin 308 kílómetra, það stytting 8-10 kílómetra og þarna værum við farin að höggva nærri loftlínunni sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi.
hins vegar með því að fara niður Hvítársíðu undir Hafnarfjall og Hvalfjarðargöng þá yrði styttingin samt 40 kílómetrar. Þessar hugmyndir var stofnað félagið Norðurvegur og í fyrstu stjórn þess sátu Andri Teitsson, Eiður Gunnlaugsson í Kjarnafæði og Jóhannes Jónsson heitinn í Bónus. Það skemmst frá því að segja að þessi hugmynd mætti andstöðu. Skagfirðingar og Húnvetningar höfðu áhyggjur af að það yrði minna selt af pylsum í Varmahlíð, Staðarskála og Blönduósi. Jeppamenn voru á móti, þeir vilja friða á hálendinu. Og einhverjir bentu á að vegurinn færi á kafla yfir 700 metra hæð yfir sjávarmáli og þarna hlyti að verða veðrasamt. Og það er eflaust rétt, en á móti var bent á að þótt þessi vegur yrði lokaður segjum 20 daga á ári vegna blindbils, þá myndu menn einfaldlega aka Holtavörðuheiði og það hefði óveruleg áhrif á heildarplanið. Í þessu sambandi er einnig mikilvægt að benda á að þegar hugmyndir komu fram heilsársveg Akureyri-Egilsstaðir Háreksstaðaleið í kringum 1990, þá sögðu ýmsir þar á meðal alþingismenn af Norður- og Austurlandi að það væri óráð og nær að fara frá Akureyri Kinn og svo með ströndinni, það er að segja Tjörnes, Öxarfjörð, Melrakkasléttu, Þistilfjörð, Bakkafjörð, Vopnafjörð, Hellisheiði eystri. Og ég spyr, er stemming fyrir því í dag? Nei, sagan hefur fellt sinn dóm í þeirri umræðu. En þess má geta að sá þjóðvegur nær 600 metra hæð á kafla við Svartfell í Langadal, það er að segja svolítið hérna megin við Vopnafjarðar gatnamótin. Nú en Norðurvegur breytti stefnu og tók höndum saman við Sunnlendinga Kjalveg, það er að segja heilsársveg Kjöl. Og slíkur vegur gæti stytt leiðina Akureyri Reykjavík 40, kannski 50 kílómetra, svona eftir því hvað yrði mikið lagað af vegum í Árnessýslu. Þetta verkefni hafði að sjálfsögðu miklu breiðari skírskotun og myndi færa Suðurland nær Norðurlandi. Ávinningur ferðaþjónustu á Norðurlandi gæti að mínum mati orðið verulegur með að ferðamenn á Suðurlandi gætu skroppið norður með miklu auðveldari hætti. Hvað þá eftir að fjöldi ferðamanna á Suðurlandi margfaldaðist. Það er smátt og smátt verið að laga einstaka vegarkafla á Kili en það er þörf á markvissari vinnubrögðum. Því miður gerir ný samgönguáætlun aðeins ráð fyrir að fólk aki hálendisvegi að gamni sínu en þeir sem eiga erindi á milli landshluta skulu vinsamlega halda sig fjarri. Það er allavega erfitt að skilja þetta orðalag í samgönguáætluninni öðruvísi. Tilvitnun byrjar. Viðhald stofnvega á hálendi og endurbætur á þeim beinist að því að auka öryggi og koma í veg fyrir akstur utan vega. Tilvitnun endar. Ekki er þetta nú metnaðarfullt. Ekki orð styttingu, ekki orð vetrarþjónustu, ekki orð notagildi. En svo bara aðeins til að bæta við því sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi til dæmis Húnavallaleið að hún myndi losa okkur við vegarkaflan sem er núna utanverðan Langadal þar sem að verða mjög slæm veður í austanáttum og væri verulegur ávinningur af því einu og sér að losna við það. Og eins og hann nefndi að arðsemin af þeirri framkvæmd gæti orðið 27% og við heyrum ekki svoleiðis tölur í dag, það er helst verið talað vaxta okkur smálánafyrirtækja til dæmis. Lífeyrissjóðirnir okkar að berjast við að ná 3,5% ávöxtun. Og ef við sjálf erum í plús á bankareikningunum okkar þá fáum við 0,1% vexti. En nýr vegur meðfram Svínavatni skilar 27%. Þetta er bara gullgæs, ekki hægt að segja annað. Þar að ekki myndi slysum og óhöppum fækka. Og svo varðandi styttinguna í Skagafirði þá vil ég nefna það að eins og allir þekkja sem eru þokkalega kunnugir í staðháttum að núverandi vegarstæði Akrahreppinn fram hjá Miklabæ, kirkjunni þar, það vegarstæði er hörmulegt og bara tímaspursmál hvenær þarf að færa þann veg niður á flatlendið og þá erum við strax komin áleiðis í þessa framkvæmd sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi og auk þess myndum við losna við þennan hörmulega vegarkafla við bæinn Brekku vestan við Varmahlíð. Það sem er mjög erfið brekka og erfið beygja og því miður hafa orðið banaslys
þar, fleiri en eitt. Og já, þá vil ég ljúka máli mínu. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Gunnari og bæjarfulltrúa Andra fyrir umræðuna. Ég held að þetta sé einmitt mikilvægt mál fyrir okkur að tala hérna og gæti verið eitt af bara stærstu málum þessa svæðis. Það sem að mig langar kannski að vekja athygli á sérstaklega stefna í samgöngum sem að sett var fram 2011 og gildir til ársins 2022 og tengsl við sóknaráætlanir landshlutana. Í þessari stefnu sem að enn í gildi, þar sérstaklega horft til þess að, með leyfi forseta, skilgreindir verði atvinnu- og þjónustukjarnar landsins í sóknaráætlunum landshluta og landsskipulagsstefnu og ein af helstu áherslum, og meira að segja fyrsta áherslan til þess að ná þessu markmiði að grunnnet samgangna á landi, í lofti og sjó verði byggt upp með hliðsjón af sóknaráætlunum landshluta og tillögum forgangsröðun framkvæmda byggðum á félagsfræðilegri greiningu. Það kemur einnig fram í kafla markmiðum jákvæða byggðaþróun með leyfi forseta. Samgöngur tengja saman fólk og byggðir í samræmi við sóknaráætlun og svæðaskiptingu landsins verði við forgangsröðun framkvæmda tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur til að efla sveitarfélög, styrkja hvert svæði og landið allt. Og með leyfi forseta í áherslum til þess að ná þessu markmiði horft til við forgangsröðun framkvæmda verði tekið tillit til sóknaráætlana landshluta. Þetta vekur sérstaka athygli mína, kannski ekki síst vegna þess að innan þessa landshluta hefur ekki verið mörkuð samgöngustefna ennþá, en það nú rætt meðal kjörinna fulltrúa á svæðinu að það einfaldlega brýn nauðsyn. Ekki aðeins að sjálfsögðu hvert sveitarfélag að leggja sínar áherslur, en í stefnu í samgöngum ríkisins bara töluverð áhersla lögð á það að landshlutar og landshlutasamtök greini og vinni og seti fram tillögu og forgangsröðun. Og þarna held ég að við megum svolítið horfa í eigin barm því að þetta að sjálfsögður stytting leiða, til dæmis þarna á milli, mögulega eitt af því mikilvægasta fyrir fyrirtæki, samfélagið og umhverfið. Og ég tel og mun fylgja því fast eftir innan SSNE að þetta verðum við einfaldlega að leggja dálítið mikla áherslu á. Stytting leiða milli Eyjafjarðarsvæðisins og höfuðborgarsvæðisins að mínu mati svona fyrirfram gefið eitt af því mikilvægasta. Hins vegar einnig mikilvæg verkefni þarna til dæmis sem að tengjast múlagöngum og öðrum vegabótum innan svæðisins. Þetta síðan vegna þess að þegar við skoðum síðan samgönguáætlun eins og hún birtist okkur núna til ársins 2034 að þá sjáum við að helstu áherslur stór skref í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við auðvitað að skoða borgarlínu. Það jarðgangaáætlun, þar sem miðað við að sé framkvæmt við ein jarðgöng hverju sinni, þó að sé reyndar ekki í gangi akkurat núna, og við vitum þá umræðu sem innan þessa svæðis að múlagöng, strákagöng bæði orðin börn síns tíma. Þá það nýja flugstefnan og skoska leiðin sem við þekkjum vel og fögnum mjög, sem var einmitt verkefni sem var unnið því stundum þegar eitthvað gerist þá keppast allir við að eigna sér heiður, og í þessu tilfelli eiga ansi margir heiður skilið að mínu mati fyrir að þetta hafi orðið að veruleika. Ekki aðeins sitjandi ráðherrar sem að þó að sjálfsögðu ber að þakka fyrir þetta vegna þess að það þetta þeir og síðan þingið sem að samþykkja þetta. En þetta verkefni byrjaði einmitt á vegum landshlutasamtakanna fyrir ansi löngu síðan, þar sem að með heimsókn til Skotlands og ráðstefnu í kjölfarið og mikilli vinnu heimamanna, ekki síst á Austurlandi og hérna fyrir norðan, og sem að geri það að verkum að þetta verður að veruleika líka þegar að það liggja fyrir góð gögn og greining og við leggjum fram. Það stundum eins og það sé sífellt meiri áhersla innan landshlutana séu unnar greiningar og vinna og eiginlega lausnum skilað til ríkisins, hvort sem að það síðan rétt nálgun eða ekki.
En það verið að leggja áherslu á loftslagsmál og maður getur nú ímyndað sér að milli þessara þá eins stærsta byggðakjarnan sem að þá á Eyjafjarðarsvæðinu og síðan höfuðborgarsvæðisins myndi maður halda að það skipti gríðarlega miklu máli að stytta leiðir. En mér langaði sem sagt bara til þess að nefna þetta sérstaklega, þennan flöt, þennan vinkil sem við höfum sjálf, af því að ég svo hrifin af því að reyna að finna allar mögulegar leiðir til að taka sjálf ábyrgð og ég vona að innan SSNE, það Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, þá munum við setja mikið búst í það að taka þetta samtal í þessum landshluta og leggja fram okkar forgangsröðun líkt og kveðið á í rauninni í þessari stefnu samgöngumál frá árinu 2011. Takk. Það bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá ber ég upp þessa tillögu að bókun. Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Það 11. Takk fyrir það.